Herru, þá ætlum við að skoða þetta aðeins betur og nú ætlum við að skoða hvað gerist í raun ef við viljum halda utan einhverja stöðu og halda það utan einhverja stöðu í forritun okkar af því að yfirleitt eru forrit nú skemmtilegust þegar við getum gert eitthvað, við getum interakta við þau og eitthvað gerist og við bregðumst við inputi og eins og við fórum yfir í Webfortune 1 þá er það í HTML að miklu leyti gert með því að nota event handlera þar sem við erum að segja ég íti á hann að taka að þá ger ég eitthvað sko þannig að ég íti á takkan og ég framkvæmi eitthvað útreikning, ég íti á takkan og eitthvað gerist í leiknum mínum eða eitthvað, það er bara eitthvað skemmtilegt gerist þannig að þá ætlum við að byrja því að skoða í raun fyrst hvernig við fáum event handlerina til þess að gera eitthvað og svo ætlum við að skoða hvernig höldum við utan einhverja stöðu og byrjum bara því að henda hérna út svona einhverju af þessu hérna sem við erum ekki að spá meira í ætlum bara að nota þennan button núna áfram ætlum að hætta þessum buttons hérna þess að hreinsa til hérna kringum okkur ok, og nú ætlum við bara að geta gert það að ég vil geta keyrt einhver takka og ég geta látið þennan takka alerta einhverju bara ég vil fá eitthvað interaction, ég vil eitthvað gerist þannig að þá getum við sagt ok bara höldum áfram bara að hugsa ok, event handlerar, það er ennþá það er bara það sem við gerum í HTML þannig að það sem ég vil í raun fá er bara að ég geti sett hérna þegar ég íti á hann að taka þá vil ég að segja bara halló og þá getum við sett bara hérna on click og þá er það bara eins og eitthvað attribute nema þá er það sérstakt attribute sem að er í raun þetta virkar ekki hérna því þetta er bara okkar komponent og hann er ekkert skilgreindur en við förum hérna í takkan sjálfan actual button og ég segi on click og þá sjáum við hérna að við fáum eitthvað autocomplete og við fáum eitthvað hérna sem segir okkur í raun að þetta er DOM attribute HTML button element on click tekum við mouse event handler sem er fyrir HTML button element þannig að hérna erum við með eitthvað og hérna getum við í raun sett inn eitthvað sem bregst við þessum event og við þurfum ekki að setja add event listener eða remove event listener React bara sér það fyrir okkur í gegnum þetta hérna sem er þetta on click og hérna er þetta svona eins og ég sagði ykkur í Webfortune 1 að gera ekki að setja onload, onclick, on eitthvað á elementin sjálf en hérna erum við bara að gera það bara samt að þeir erum að segja að þessi skipting á milli HTML og JavaScript sé í raun lygi og þetta vilji vera sama af því þetta er það kúplað og þá set ég bara inn hérna ég get sett inn annarkvort bara event handler sem að væri bara eitthvað function sem við væri með hérna uppi eitthvað svona ég get sagt on click hérna og ég get sagt console log e og ég get sjá Figma segjum þetta allt hérna já bara setjum null hérna þannig til að við erum búin að style sheet could not be loaded ég verður aðeins og aggressífur í einhverju sjá, fyrir myndi console og við ítum hérna takkan þetta er svo lítið og við sjáum hérna í raun React name on click underscore target inst type eitthvað en svo sjáum við eitthvað hérna færum við aftur við sjáum eitthvað hérna current target, ok, bubbles cancelable, timestamp og við opnum þetta það er eitthvað hérna sem er kunnulegt frá því þegar við erum að skoða event handlera is default prevented, is propagation stopped hérna fáum við target hérna fáum við í raun þetta target okkar er buttonin sjálfur hérna þannig það sem við erum í raun að sjá hérna er í raun svona rappaðan event frá React þannig að React í raun sér event handling fyrir okkur og setur utan á svona alls konar eitthvað sem að React nota til þess að passa upp á eventa hjá sér og eitthvað svona og að vita hvað er að koma hvaðan og eitthvað svona og performance mál og eitthvað en í grunninn fáum við samt HTML eventin þannig að hann er hérna til dæmis target
og svo erum við með föll eins og prevent default til þess að passa upp á að við submittum ekki til dæmis formum eða fylgjum ekki linkum, þannig að þetta alltaf til staðar. Þannig að við getum gert þetta svona, nema það meikar ekkert rosalega mikið sens fyrir okkur að gera þetta inn í takkanum sjálfum, þannig að við viljum í raun leyfa þessu að koma bara áfram hérna inn eins og öðrum proppum, þannig að þá erum við að segja bara hérna on click og þá ætlum við að gera on click og þá viljum við ekki segja null hérna, þegar núna ef við vistum og hvar ertu takkinn minn, hérna ertu og við ítum að takkan, þá gerist ekki neitt, það er út við sendum inn null og það nei, hérna gerði ég mistök, þannig ég setti lítið, nú ætla ég að íta hérna og það gerist ekki neitt, því ég er bara að senda null. Þannig að ég er að senda null hérna en ég vil í raun fá eitthvað fall, þannig að ég get líka sett bara hérna inline eitthvað fall, svona alert hello, svona og ég íta takkan hérna, ég minn eini og ég fæ hérna hello. Já, ég vildi bara hafa mig hérna þannig að þetta sé svona en það er rétt, við bara höfum ekki það lúksus að hafa nógu mikið screen real estate til þess að geta verið að séð allt. En núna erum við sett komið með þannig að ég er með hann að taka, ég er ekki bara að senda inn einhverja proppa sem segja til hvernig hann eigi að líta út, ég er líka að segja til í raun hvernig hann eigi að haga sér, hegðun. Nú ætla ég að taka hérna og ætla að setja svona, ég er að gera einhverja mistök svona vantar hérna og þá er það komið þannig að ég er í raun með hennar taka og þá oft lendum við í því að við viljum í raun setja attributin í sér línu bara til þess að við sjáum aðeins hvað við erum að gera, til þess að við ætlum að vera hérna með size, large og on click eitthvað að nú er þetta komið hérna og ég get verið með takkan hérna, ég get ítt á hann, ég ger eitthvað, skrifa eitthvað út hérna og svo erum við með bara fleiri aðferðir, við erum með hérna eitthvað on og við erum með bara alls konar íventa sem að geta átt sér stað, til dæmis on mouse over, þá getum við sagt hérna mouse yfir og mouse af, þá er það on mouse out, þá erum við takkan hérna og þá getum við farið að grípa það þegar músin fer af og yfir takkan og þá er þetta bara, svo getum við með on drag, on eitthvað og bara allir ímyndarnir eru bundnir svona, þannig að þeir heita on og svo ímyndin sjálfur og við þurfum ekki að hugsa add event listener eða remove event listener, þannig að svona erum við að tengja saman íventa við það sem við erum að gera. Ok, þannig að við erum komið með einhverja leið til þess að propagata þá einhverjum aðgerðum á milli komponentana í gegnum propsin, en eins og við sama ég setti hérna on click og þá bara gerist ekki neitt þegar ég bara skrifaði vitlaust. Þannig að þá kannski þurfum við að fara að huga því, ok, hvað ef við bara skilgreinum hvað má og hvað má ekki fara inn í komponentin okkar. Hvað eru þetta? Og þá eru tvær leiðir sem við getum notað. Önnur sem við ætlum að skoða núna fyrst er í raun að setja upp library sem var einu sinni með React er núna sér library sem heitir PropTypes og það sem að PropTypes gerir er raun að búa til skilgreiningu á hvað er leyfilegt inn í þetta og gefur okkur svona runtime type checking for React props and similar objects. Þannig að við erum í raun að fá þetta type check á runtime. Það segir okkur í raun, ef ég reyna að nota eitthvað, ef ég nota vitlaust, ég setja inn vitlaust, þetta tekur bara við tölu, en ég setja inn boolean, þá fæ ég eitthvað sem segir, hey, þú ert að setja vitlaust. Og þetta er svona aðeins það sem ég er búinn að nefna einhverju leyti hérna í gegnum námskeiðið og PropTypes er ein leið til að gera þetta. Þá erum við að segja hérna
við getum sett prop sem eitthvað specific JS primitive eða að við getum sett sem þetta er að vera element eins og til dæmis bara my component eitthvað eða einhver nákvæmur element type eða eitt af einhverju mörgu eða eitt af einhverjum típu, það má taka við streng eða tölu eða fylki af tölum eða object sem inniheldur bara tölur og svo framvegis eða eitthvað shape, þannig að við getum tekið við þá object sem er með einhverju optional property, með einhverju required property og þá segjum við hérna punktur is required og allt þetta er þess að type checkað af React í development. Þetta fer í burtu í production af því að einhver sem er að nota vefinn okkar er alveg skít saman hvort við sendum inn hérna eitthvað tölu þar sem við ætlum að taka boolean, það skiptir þau ekki neinu máli, það er bara líklegast villa, það er bara okkur að kenna sem foreldra. Þannig að þetta er þess að hjálpa okkur við að viðhalda þessum kontrakt sem er skilgreiningin sem að komponentin býður upp á og við sendum inn í með prop types. Þannig að við notum prop types og við segjum þá hérna button.prop types og nú þurfum við að sækja prop types til að geta vísað í þessar típur og hvað sagði hann? No typos. Hvaða typo? Prop types. Svona. Þannig ég ætla að segja children má vera prop types punktur element on click er prop types punktur func og size er prop types punktur one of þá fá ég fylki small eða large og ég ætla að segja að það er ekki required en ég ætla að segja children is required og onClick is required. Svona, ok. Og nú fer ég hérna, þá fæ ég hérna, ok, nú er hún að segja mér að ég er með einhverja vitleysu. Failed prop type, invalid prop children of type string supplied to button, expected a single React element. Ok, þannig að ég þarf að segja þetta þarf að vera einhvern veginn aðeins öðruvísi, ég ætla að segja að þetta er þá prop types one of type prop types element inn í fylki eða prop types string loku því og það er required. Ok, failed prop type, the prop onClick is marked as required but its value is undefined. Þannig að nú er einhvers þar hérna að nota takkan hvað er notatakkan? Þetta div button já, þá er hann hérna, nú er hann að grípa þetta ég var með lítið sé, að það á að vera stórt nú gerum við þetta, hreinsum nú sjáum við að við erum að uppfylla hennan kontrakt sem að komponentin býst við en þannig getum við passað upp á og þá sérstaklega þegar við erum að vinna í svona stórum verkefnum þar sem að einhver er búinn að búa til button komponentin og síðan er bara allt annar í teiminu sem að er að nota button komponentin að við séum ekki að nota hann vitlaust þannig að við, það er hérna hann virkar ekki í takkið mínu, það er bara nei þú ert að halda á þessu vitlaust, þú voru að nota stórt sé sko, ekki lítið sé hérna þannig að þarna fáum við bara leið til þess að láta tólin hjálpa okkur við það að gera ekki eitthvað svona klaufamistök ok, þannig að við erum komið með þetta, við erum komið með einhvern takka hérna sem að er með onClick og er með einhverja size og við erum með þetta hérna og nú getum við prófað hérna medium og þá segjum við hérna prop size og value medium en ég stiði bara small og large þannig að þetta er aftur komin, ég ger ekki einhver klaufamistök þegar ég er að skrifa þetta inn nema það er svona vandræðilegt að við sjáum ekki í raun validationi hérna en það kemur þannig að við erum komið þetta en núna vill ég í raun fara að halda utan einhverja stöðu sem þessi takki gerir
þannig að ég vil bæði núna get sett einhvern teljar hérna sem ég vil telja og ég ætla að segja hérna ítt á taka count sinnum og þá erum við eitthvað count hérna en nú er spurningi sko hvernig læt ég þetta hækka segi ég bara hérna count plus plus og þetta er eitthvað ekki að gera sig hérna og þá er það þannig að í React þá vorum við fyrst með class komponenta og þá vorum við ekki með þessa functional komponenta í forgrunni heldur vorum við með þessa class komponenta og þeir litu og líta hættir að vera notaðir, þeir eru bara minna notaðir í dag svona þannig þá erum við með einhvern class hann extendar React component og þeir eru alveg eins þeir taka við einhverjum props nema þá þurfum við að nota this.props til þess að vísa í þetta og þeir eru svona hafa önnur svona lifecycle methods og þegar við farið yfir það eru leiðir til þess að bregðast við þegar eitthvað gerist í klassunum í komponentum ég var að hlaða inn þessum komponent hvað á ég að gera? Ég er að fara af hlaðanum, ég er að fara að taka hann út úr DOM-trínu hvað á að gerast? En þá voru við með state við fyrir hérna í state og skoðum hvernig það er hérna og state í þessum komponentum hérna er meðhöndlað sem einhver svona memberbreyta á klassunum sem að við notum ákveðið fall sem að komponent í raun útfærir fyrir okkur sem heitir setState uppfærir þetta fyrir okkur þannig að þetta leyfir okkur í raun að uppfæra stateið í komponentum en í functional komponentunum þá var þetta aldrei hægt fyrir en að það var komið með koncept í React sem heitir hooks og hooks er þannig að þeir eru allir heita use eitthvað þeir leyfa okkur í raun að hook okkur inn í einhverja ákveðna virkni og til þess að geta útfært state þá þurfum við að nota use state og þetta leyfir okkur að halda utan einhverja stöðu í komponent sem að er þá í raun rímar við módelið sem að React er að nota sem er þá þetta að það getur í raun hent út og re-renderað allt tréð út frá því einhver breyting á sér stað einhvers staðar í trénu en við þurfum að nota þetta til þess að halda utanum eitthvað eins og hann tellir okkar þannig að ef við höfum aftur hingað og við breytum þessu hérna þá getum við í raun ekki gert þetta þannig við þurfum að segja hérna að við erum með eitthvað state og við ætlum að segja að það sé bara count og þá er þetta set count það er use state það er ætlum að byrja í 0 og við importum þessu úr React þá er þetta í raun svolítið skrítið hérna en hérna erum við að deconstructa úr array þannig þetta skilur okkur array sem að er í raun fyrsta stakið er gildið núna seinna stakið er aðferð eða method function til þess að breyta þessu state'i og í useState gefum við hérna í fyrsta staki hvað er hvað er initial state'ið í þessu þannig við ætlum ekki að segja svona þá ætlum við að segja set count á að vera count plus 1 en nú komum við hérna og nú getum við farið að telja hérna með því ít og taka minn hversu oft við erum búin að telja þannig að ég er fann að geta haft leið til þess að halda utan state og þá er ástæðan fyrir því að við þurfum að nota þessa hooks er í raun að React þarf að vita hvenær á ég að teikna aftur ef þú breytir bara einhverja breytu og breytan er ekki einhvern veginn tengd inn í ekosystemið inn í það sem er búið að búa til hvernig á hún að vita hvenær hún á að hækka hvenær á hún að teikna þetta aftur hvenær á ég raun að henda út DOM-nóðunni sem er hérna og er þessi hérna birting
Þannig að með því að nota state þá sjáum við hérna að þarna er verið að uppfæra nákvæmlega þennan texta inn í þessu p. Og það er út af því að þegar þetta hook set count er kallað í það, þá segir það við React í gegnum það þegar við köllum í React DOM render. Herru, það er búin að eiga sér einhver stöðubreyting, við þurfum í raun að breyta trénu, við þurfum í raun að rendera aftur tréð frá og með einhverju nóðu. Það þýðir að við getum gert þetta svona og nú getum við jafnvel sagt það að við erum með þetta onClick hérna, við tökum þessu onClick hérna, en nú viljum við líka láta takkan halda utanum sitt toggle state sjálfum. Þannig að við ætlum að segja hann er annarkvort toggled eða ekki. Þá ætlum við að segja bara hérna toggled og s.toggled. Við ætlum að bæta því bara við. Þetta ætlum að nota use state. Við ætlum að vera með byrjun bara false. Aftur þurfum við að importa því. Nei. Svona. Og við ætlum að segja hérna bara eitthvað local on click er eitthvað fall sem ætla að segja set toggled, ekki toggled, og það ætla að kalla í on click sem við fáum sent frá hinum. Nú ætlum við að taka þetta hérna og nú ætlum við svona að vera með millibil hér. Svo ætlum við að fara hérna í button og ætlum að segja toggled, þá ætlum við að vera með background color black, color white. Svona. Þá get ég ítt á takkan og hann breytir lit núna eftir því sem ég íti á hann. En hann er líka að incrementa telleran. Þannig að nú er ég að halda þetta state í komponentnum og ég er að halda þetta state í komponentnum fyrir ofan. Þannig að þarna getum við fyrir að hugsa það hvar á stateið okkar heima í forritinu okkar. Og þá getur það líka þýtt það að hérna, ég get gert eitthvað meira hérna. Ég get sagt count stærri en 10 og þá erum við komið leið til að vera með svona conditional rendering í React. Til hamingju, þú ýttir 10 sinnum eða oftar. Og þá er það hérna og nú hot reloadaði og hún heldur stateinu á milli hot reload. Svo nú fer ég hérna og ég ætla að íta 9 og svo 10. skipti. Ok. Off by 1, klassíst. Nú rendra ég þetta þá því aðeins að eitthvað ákveðið conditional er mætt. Það er í raun þetta hérna að count sé stærri en 10. Þannig að nú erum við komin með verkfæri til þess að búa til frekar flókin forrit. Og við ætlum að skoða aðeins það svona, hoppum aðeins úr þessum svona basic konceptum í React yfir í svona hvernig við dílum við aðeins flóknari hluti í næsta fyrirlestri. En seinasta sem ég ætla að gera í dag fyrir þetta er að skoða aðeins annan hook sem heitir use effect. Og use effect er eitthvað sem við getum látið keyra þegar eitthvað ákveðið átti sér stað. Þannig að við skoðum aðeins hvernig hérna hvað documentationið segir fyrir það á langt niðri, lélegt SEO hérna. Það eru þessir hooks, use state and other React features without writing a class, and using the og þetta er það sem við ætlum að nota í verkefni 4 er þetta að hvernig get ég sagt React component að einhverjum tímapunkti sækja ykkur gögn. Ég vil sækja eitthvað úr einhverju webþjónustu og þá er þetta eins og við vorum að nota hérna bara vorum að nota ES modules í hérna Web14.1. Þá getum við bara gert þetta bara í einhverju falli sem keyrði strax þegar við keyrðum með forritið okkar. Þá sóttum við einhver gögn.
nema núna til dæmis ef við varum með þetta hérna og þegar ég búinn að sækja eitthvað 10 sinnum þá myndi ég vilja vera að sækja eitthvað úr eitthvað vefþjónustu eða gera eitthvað sem að dependar á eitthvað state, eitthvað gerist, hvort sem að það bara ég fór inn á einhverja síðu og svo síða birt í hérna ítti okkur takka og fór yfir einhverja ákveðna síðu og þá vill ég eitthvað gerist og þá hérna eins og við erum með þetta hérna ef að svo síða client renderuð þá það bara að fara yfir aðra síðu bara breyta einhverju state fara yfir eitthvað, byrta einhvern annan component og ég vil einhvern veginn geta brugðist við því og þá nota ég þennan use effect hook og þá getum við sagt use effect þá það eitthvað callback sem við notum og ef við skoðum hérna þá þetta effect, callback og svo dependency list og þá þetta function that contains imperative, possibly effectful code. Þetta kóði sem maður getur átt sér einhverjum svona side effects eða ekki imperative. Þannig að við erum að reyna að gera eitthvað sem imperative, ekki deklaratífur. Þannig að við erum að gera til dæmis eins og við ætlum að stýra einhverju library sem ekki með declarative API. Við þurfum að kalla eitthvað sem segir hérna eitthvað start video. Við þurfum að gera eitthvað sem við þurfum að segja bara explicitly eitthvað að gerast. En við getum líka sagt þetta hérna svona og þá getum við sagt hérna dependency list þannig að segja bara tómi listin og það þýðir að þetta keyrir aðeins þegar að þessi komponent fyrst settur inn í dómið. Þannig að við segjum hérna og við förum hér og við ætlum bara hérna og þá hann núna loaded. Þannig að það búið að loada honum inn í hérna dómið. Og við getum þá sagt hérna við tökum takkan okkar eða segjum hérna bara stærn 1 við segja hérna button yay við ætlum að taka use effect hérna við ætlum að fara inn í takkan okkar svona þá sjáum við gerum hérna til þess að greina á milli þannig að fáum hérna button loaded appið loadaði, appið sem komponent svo gerum við hérna gleymdum hérna on-klikkin okkar en nú fengum við button loaded þegar að þessi nýji takki hérna, yay-takkin okkar hún var bætt úr dómið þannig að þá veit hann, ég til ég komin inn í dómið og síðan get ég sagt ég get skilað falli hérna ég get skilað svona og ég get sagt það hérna button unloaded þá get ég sagt hérna leið meðan þetta nákvæmlega 1 þá ætla ég að reloada hérna þá fæ ég button loaded og button unloaded þannig að þá var hann fjarlægður úr dóminu og þá getur þetta verið ég með eitthvað þarna inni sem að kveikir á einhverju animation eða tengist við eitthvað library sem gerir eitthvað lætur eitthvað gerast og ég þarf að vita hvenær þetta komið inn í dómið og hvenær þetta farið úr dóminu ég þarf að bregðast við því og þá þetta effect, þessi use effect að segja að það eitthvað að gerast og ég að bregðast við því en svo get ég með þessu dependency hérna og þá get ég sagt annað use effect og það ætlar að segja bara eitthvað bara lokast eitthvað út og það ætlar að dependa á count og þá erum við að segja í hvert einasta skipti núna sem að ég hérna að þá keyrir þetta effekt þannig að þetta effekt að segja þetta keyrir alltaf þegar þessi breytist þannig að þarna getum við húkka saman state við það að keyra eitthvað effekt þannig að við getum sagt hérna þegar ég ítti á þennan takka til þess að loada þessum gögnum þá ætla ég að gera eitthvað og þegar ég búinn að loada þessum gögnum þá ætla ég að breyta einhverju breytu við segir hérna gögnin loaded þá breytist einhver breyta sem representa það state og þá ætla ég að byrta eitthvað nýtt þannig að ég get afkúplað virkni minni í raun að vera þessir stateful actionir hérna þannig að þessi effekt ofta sem að gerast og að valda einhverjum breytingum á viðmótun okkar og þessi breytingar og þetta hérna þá yfirleitt eitthvað sem keyrir
já, það bara keyrir bara í clientum. Þannig að þegar við erum að skoða Next sem með server-side rendering, þá þessi use effect kóði, hann aldrei að keyra á serverunum, hann bara að keyra á clientum, þannig að hann að bregðast við einhverju breytingum á state og við erum að segja að server-side rendering bara að setja eitthvað byrjunarstate sem við síðan höldum áfram með í clientum. En þessi hookar eitthvað sem við ætlum að skoða meira í næsta fyrirstigi og höldum aðeins áfram með skoða námsefni og þá getum við nota þetta til þess að nota fetch til þess að þá að sækja eitthvað og þá get ég sótt eitthvað hérna. Ég geti sett svona og þá fæ ég reyndar hérna einhverja villu með await, ég gerir hérna async og þá fæ ég hérna villu frá ESLint effect callbacks are synchronous to prevent race condition, put the async function inside, hérna fetch data, eitthvað þá sjáum við hérna link hooks data fetching. Þannig að þetta hookarnir, use effect hookin það sem við munum nota til þess að sækja eitthvað gögn í kringum vefþjónustu til þess að populata eitthvað UI. Og það nákvæmlega það sem við ætlum að gera í verkefni, sjá, ef við bökkum hérna svona og segjum þetta gott með React í bili.